Fund bæjarstjóra Grindavíkur haldinn hér í bæjarstjórnarsalnum þriðjudaginn 27. nóvember 2018 og hefst það núna klukkan 1700 og það er ekki eftir neina að bíða. Það er fyrsta mál á dagskrá. Það er þjónustugjaldskrá Grindavíkurbæjar árið 2019 og svona renni yfir þetta almennt séð þá er gjaldskráin að hækka 1,5%. Það er nokkurn veginn yfir línuna sú upphæð. Og kannski séu einhverja smá einhverstað var svona rúnað upp og svo framvegis. Er einhverjir sem vilja tjá sig þennan lið? Já. Þetta er, já. Ef einhver sem óskar eftir því, þá hefur gaman að hlusta á mig lesa, þá get ég orðið við því. En ef ekki, þá legg ég til að við greiðum atkvæði þessa gjaldskráhækkun, þeir sem eru henni samþykkir rétt upp hönd. Og það eru 7 hendur uppi. Og hún samþykkt. Annað mál, fasteignagjöld 2019. Og ég ætla að biðja sviðsstjóra Jón Þórisson að upplýsa okkur þennan lið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Álagningarreglur fasteignagjalda fyrir næsta ár eru að taka örlitlum breytingum sums staðar en útreikningurinn miðar að því að fólk sé að greiða svona sirka bát sömu krónutölu af meðaltali á næsta ári eins og þau voru að greiða á þessu ári fyrir utan reyndar sorpgjöldin sem eru samkvæmt tillögu Kölku að hækka 4%. En þá verða reglurnar þessar að fyrir íbúðarhúsnæði fasteignaskattur verður 0,315% og er að lækka úr 0,39%. Opinberar byggingar bera 1,32% og annað húsnæði 1,45% og það er lækkun úr 1,65%. Holræsagjöldin verða óbreytt frá fyrir ári, húsnæði ber 0,075%, opinberar byggingar 0,25%, annað húsnæði 0,20%. Vatnsgjald er líka óbreytt frá fyrir ári, það er 0,055% á íbúðarhúsnæði, 0,25% á opinberar byggingar og annað húsnæði er með 0,2% og aukavatnsgjald óbreytt frá fyrra ári 18 krónur hver rúmmeter. En síðan eru sorpgjöldin samkvæmt tillögu Kölku að hækka 4% og sorphreinsunargjaldið fer úr 16.272 krónum í 16.923 krónur og sorpeyðingargjaldið fer í 27.609 krónur úr 26.547 krónum. Lóðarleiga fyrir íbúðarhúsnæði er að lækka úr 1,1% í 1% en óbreytt lóðir vegna opinberra bygginga 2% og lóðir vegna annars húsnæðis er óbreytt í 1,6% og rótþróargjald 20.000 á rótþró á ári. Og eftir sem áður eru gjaldaðar 10, þar að segja 1. febrúar til og með 1. nóvember og við setjum allt sem er undir 20.000, álagningu undir 20.000 fer öll á einn gjalddaga. Já, takk. Takk fyrir þetta, Jón. Einhverjir sem vilja taka til máls varðandi fasteignagjöldin? Ef ekki, þá legg ég þessi gjöld upp til, fyrirgefðu, gjörðu svo vel Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er ekki fyrsta skipti sem við lækkum álagningarstofn fasteignagjalda. Við höfum lækkað undanfarin ár í samræmi við hækkun fasteignamatsins hjá okkur til þess að auka ekki álagur á bæjarbúa en núna reynum við að núlla sem mest út hækkun fasteignamatsins. Það er svona örlítil hækkun í sorphirðugjöldunum og sorpeyðingagjöldunum en á öðru leyti er reynt að jafna út hækkunina þó svo að sé kannski erfitt
nákvæmlega vegna þess að íbúðar tegund og hvar í bænum, hversu gamalt húsnæði er að fasteignamatið þess að hækka mismunandi mikið. Þannig að það erfitt að eiga við þetta upp á krónu og öllum eignum, en svona heilt yfir á þetta að vera þannig að fólk sé að borga mjög svipað upphæð og fyrra. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Sammála því, þetta sé bara mjög jákvætt það sem við erum að leggja hér til. Einhverju aðrir sem vilja fá orðið? Ef ekki, þá leggjum við þetta undir atkvæði, þeir sem eru samþykkið þessari gjaldskrá, sem læst rétt upp hend, og það eru 7 hendur á lofti. Þá förum við í 3. mál. Það er afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum tekið við með 2019. Aftur ætla ég að biðja sviðsstjóra Jón Þórðarson að fara yfir þetta með okkur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og fyrir ár þá munu ellilífeyrisþegar og örorkulífeyrisþegar njóta afsláttar af fasteignaskatti og fráveitugjaldi og tekur afsláttar hlutfalli miða af tekjum viðkomandi. En fyrir árið 2019 þá eru tekjuviðmiðin að hækka verulega. Þau eru að hækka svona það bil 32–34%, og ef við förum aðeins yfir tekjuflokkana og byrjum á einstaklingum, að tekjur upp að 4.800.000 veita 100% afslátt af þessum 2 gjöldum. Tekjur frá 4,8 milljónum upp í 5,3 veita 75% afslátt. Tekjur á bilinu 5,3 upp í 5,8 veita 50%. Tekjur 5,8 upp í 6,3 veita síðan 25%, og allt umfram það veitir ekki afslátt. Hvað varðar hjón eða sambúðarfólk, þá eru samanlagðar tekjur upp að 7.680.000 sem veita 100% afslátt. Tekjur á bilinu 7.680.000 upp í 8.480.000 veita 75% afslátt. Tekjur á bilinu 8.480.000 upp í 9.280.000 veita 50%, og síðasti afsláttaflokkurinn er þá tekjur 9.280.000 upp í 10.080.000, og síðan allt sem er þar fyrir ofan veitir engan afslátt. Tekjubilin eru það bil 500.000 hjá einstaklingum og 800.000 hjá hjónum. Og eins og ég segi, þá er þetta hækkanir upp á 32–34% frá fyrra ári. Takk. Já, takk fyrir þetta, Jón. Þá er orðið laust og Hallfríður, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæri forseti og aðri nefndamenn. Við viljum bara fagna því innilega að það sé komin þessi hækkun á tekjuviðmiðunum, og þetta mun hafa góð áhrif á þá sem að hafa minni tekjur, eins og má nú segja sig sjálft. Þannig að þau hafa þá allavega aðeins úr meiru að bíta. Þannig að bara fögnum þessu. Já, takk fyrir Hallfríður, og Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er gleðilegt að sjá að við breyttum þessu tekjuviðmiðunum og vorum öll í þeirri vinnu, sem var mjög gott. En við sáum það náttúrulega að tekjur eldri borgara hafa lagast. Það voru færri sem féllu í þessa efri flokka, þannig að það var mjög jákvætt. En með þessu skrefi tökuðu líka til að fólk hafi ennþá meira á milli handana, og þessi breyting er bara verulega góð, og þetta var mjög bara samstillt og gott verkefni í fjárhagsvinnunni, og held ég allir hafi verið sammála þessu. Takk. Já, takk fyrir Hjálmar, og við
kannski sjálfum með þess að mældaskara, þá bara er ég sammála ykkur algjörlega, Hjálmar og Hallfríður og þá ætla bara hvetja þá líka þá eldri borgara sem eiga rétt á þessum afslætti að sækja hann, en þau eiga nú allir skilst mér 67 ára eldri að fá bréf þess efnis, því að það þarf að sækja þetta, er það ekki rétt hjá mér Jón? Já. En þeir sem eru, samþykir þessum afslætti, bara ég sem þetta hendi og það eru 7 hendur á lofti. Þá er það fjórða mál, það er fjárhagsafsláttur 2019, ákvörðun álagningar hlutfall útsvars. Og það er lagt til að útsvarið verði óbreytt hjá íbúum Grindavíkur eða 13,99%. Einhverjir sem vilja tjá sig það? Ef ekki, já, Páll Valur, gjörðu svo vel. Herra forseti, ég fikk rafmagn, hvað er í gangi þetta? Mér langar bara til að koma upp og fagna því að við getum verið að bjóða íbúum Grindavíkurbæjar útsvar undir 14%. Ég held að við séum eitt af 8 eða 9 sveitarfélögum á landinu sem gerum það og það er virkilega ánægilegt og það kannski svona segir okkur bara á hvaða stað Grindavík er. Og já, þetta var eiginlega sem ég vildi segja, þetta er bara fagna því að við getum boðið íbúum Grindavíkur útsvar undir 14%. Já, takk fyrir Páll Valur, til kjartalega undir þetta. Fleiri sem vilja fá orðið, ef ekki þá vísa ég þessari óbreytt útsvari til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykkið þessu óbreytt útsvari og það eru 7 hendur á lofti. Þá er það 5. mál, það er samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fjárhagsafsláttur 2019. Heildarframlög Grindavíkurbæjar er 57.996.000 eða 12,51% á kostnaði og er það í samræmi við íbúafjölda. Öll framlög hafa verið færð inn í tillögu að fjárhagsafsláttur Grindavíkurbæjar fyrir árið 2019. Þannig að einhverjir sem vilja tjá sig þessa upphæð eða hvernig fyrirkomulagið er hér. Í samræmi við það sem er. Og þá bara legg ég þetta til samþykktar, þeir sem eru samþykkið því og það eru 7 hendur á lofti. Nú erum við komin að 7. máli og það er Grindavíkurhöfn, fjárhagsafsláttur 2019 til 22. Hafnarstjórn leggur til 4% hækkun á þjónustugjaldskrá hafnarinnar fyrir utan að aflagjöld verði óbreytt sem er 1,6% að mér skilst. Einhverju sem vilja fá orðið hér? Ef ekki þá bara legg ég þessa tillögu undir atkvæðagreiðslu, þessum 4% hækkun, þeir sem henni samþykkir, einselast réttuði pönt. Það eru 7 hendur á lofti. Þá komum við 7. lið, það er fjárhagsafsláttur 2019 til 2022, Grindavíkurbær og stofnanir. Og áður en að bæjarstjóri fær orðið, þá ætlar forseti að lýsa yfir ánægju yfir þeirri vinnu sem hefur verið við fjárhagsafsláttargerðina. Þetta hafa verið góðir vinnufundir og mínu mati mitt fyrsta ár í fjárhagsafsláttargerð og mjög lærdómsríkt og fannst allan að ganga mjög vel og ég er mjög ánægður með það. En Fannar, þú kannski fær yfir þetta fyrir okkur, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlunin, hún er núna tekin til síðari umræðu, svo sem lög gerir ráð fyrir, en fyrri umræða fór fram 30. október síðastliðinn. Hún er meðal fundargagna, þessi áætlun í langri skýrslu 94 blaðsíður, trú ég, ítarleg að vanda, ástæðulaust að fara efnislega og í alla þá liði sem þar eru tilgreindir, en ég ætla að rekja hins vegar helstu niðurstöður og markmið fjárhagsáætlunar.
Fjárhagsáætlun ársins 2019 til 2022 er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett sér, en markmiðin eru þessi: að rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, það er að skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Að rekstrar niðurstaða samstæðu, það er A- og B-hluta, verði jákvæð. Að engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar en eingöngu til fjárfestinga eða til auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Og það þýðir að rekstrar afgangur hann þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur. Og að lokum að handbært fé verði ekki undir 1 milljarði króna. Rekstrar niðurstaða A-hluta árið 2019 fyrir fjármagnsliði og afskriftir er áætluð 488 milljónir króna og það er 15,7% af heildartekjum. Í A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir áætluð 649,4 milljónir króna og það er 18,9% af heildartekjum. Og áætlað rekstrarniðurstaða áranna sem að fjárhagsáætlunin nær yfir, það er 2019 til 2022 er þessi í milljónum króna. Fyrst A-hluti og þar er áætluð rekstrar niðurstaða fyrir árið 2019 340 milljónir, fyrir 2020 370 milljónir, fyrir árið 2021 373 milljónir og fyrir síðasta árið sem áætlun nær yfir 2022 þá er rekstrarniðurstaða áætluð 391 miljón og samtals gerir þetta á 4 ára tímabili 1474 milljónir króna. Og fyrir A- og B-hluta þá er áætluð rekstrarniðurstaða fyrir 2019 365 milljónir, fyrir 2020 396 milljónir, 2021 402 milljónir og 2022 430 milljónir. Og þetta gera samtals yfir 4 ára tímabil 1.593 milljónir króna. Heildar eignir í samanteknum rekstrarskilum A- og B-hluta er áætlaðar í árslok 2019 10.022 milljónir, það er að segja rúmir 10 milljarðar króna og þar að vera áætlað að handbært fé verði 1489 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar er áætlaðar 1613 milljónir króna og þar af er lífeyrisskuldbinding 670 milljónir. Langtímaskuldir eru áætlaðar 745 milljónir í árslok 2019 og þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 122 milljónir króna. Og skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 47%. Veltufé frá rekstri fyrir árin 2019 til 2022 er eftirfarandi í milljónum króna. Fyrir A-hluta árið 2019 og næsta rekstrarár eru 630 milljónir, 2020 692 milljónir, 2021 730 milljónir og veltufé frá rekstri 2022 764 milljónir og samtals gera þetta rúma 2,8 milljarða króna. Og fyrir A- og B-hluta þá er á næsta ári 2019 veltufé áætlað frá rekstri 745 milljónir, 2020 808 milljónir, 2021 847 milljónir og í lok tímabilsins 2022 er það 880 milljónir og samtals gerir þetta 3,3 milljarða tæpa þessi 4 ár sem er auðvitað glettilega góð staða. Afborganir langtímaskulda eru sára litlar eða jafnaði 8,8 milljónir á árunum 2019 til 2022 sem gerir alls 35,2 milljónir króna á þessu 4 ára tímabili. Fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum árunum 2019 til 2022 er þessi í milljónum króna. Fyrir A-hluta á næsta ári 742 milljónir,
Fyrir árið 2020 1.213 milljónir og fyrir árið 2021 680 milljónir og árið 2022 sem svolítið langt fram í tíman og ekki kannski farið að spá miklum fjárfestingu þar þó fjárfestingar geta sé mikil það upp á 44 milljónir þannig að samtals fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum yfir þetta áætlaða tímabil 2.679 milljónir og fyrir A og B hluta árið 2019 831 milljón og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 2020 áætluð 1.243 milljónir og 2021 680 milljónir og 2022 í lok áætlunartímabils 52 milljónir og samtals gerir þetta fyrir A og B hluta fjárfestingu upp á 2,8 milljarða rúma. Þannig að fjárfestingar geta bæjarsjóðs mjög mikil. Fjármögnun framkvæmda og afborgana á langtímalánum á þessu 4 ára tímabili mun verða með veltufé þessara ára sem því auðvitað það engar lántökur á tímabilinu. Og auk þess gert ráð fyrir að handbært fé aukist 361 milljón króna á þessu 4 ára tímabili og verði 1.966 milljónir króna í árslok 2022. Takk fyrir þetta Fannar. Þetta eru nú heldur betur ljómandi flottar tölur. Einhverju sem vilja? Já, Hallfríður, gjörðu svo vel. Kæri forseti og aðri nefndamenn. Þetta er nú aldeilis flottar tölur og ég get tekið undir með Sigurði varðandi vinnuna henni fjárhagsáætlanagerðinni. Þetta var náttúrulega bara, það er alveg klárt mál að við erum bara að taka höndum saman og gera bara enn betur og við höfum einhvern veginn öll lagt okkar á vogarskálina með það. Við erum ekkert alltaf sammála en einhvern veginn komum við okkur alltaf niður á sameiginlega niðurstöðu sem er einhvern veginn bara alltaf hagur sem flestra fyrir brjósti. Þannig að við fögnum þeirri uppbyggingu sem er framundan og sérstaklega fagna ég nú uppbyggingu á félagsaðstöðu eldri borgara. Þá leggja vel í það á næsta ári og 2020. En það hefur félagsstarfi verið svolítið á hrakhólum undanfarna viku, mánuði og já, allavega í eitthvað tíma. Þannig að við fögnum því bara og ég bara tek heils hugar undir að þetta er bara á eftir að vera flott ár framöndan. Takk. Takk fyrir Hallfríður. Fleiri sem vilja? Já, Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú taka bara undir allt sem hér hefur verið sagt. Fjárhagsáætlunarvinnan var bara góð. Það var diskuterað og farið fram og tilbaka en lausnirnar alltaf, en allir voru sáttir. Þetta er svo sem glæsileg niðurstaða og framtíðin okkar björt. Við erum á smá tímamóta svona, þar að segja við erum að fara út í svolítið mikla framkvæmdir og nú býður okkar það að raða því upp skynsamlega. Við vitum það liggur fyrir, það er bygging leikskóla, stækkuð hópskóla, nú það er uppbygging við hópið og það er félagsheimili eldri borgara. Og nú þurfum við bara að setja það niður að þetta gangi hjá okkur og hratt og vel og eins hratt og auðið er. En það kemur nú smá skipulagning að þessum stóru málum. Fyrir utan fjöldan allan annað sem er í áætlunum. Það er mjög margt gott núna sem að við höfum tekið upp í fjárhagsáætlun og erum að fara í á kjörtímabilinu. En þessa tölu bara gefa okkur góða vonum að þetta gangi allt saman mjög vel. Takk. Takk fyrir þetta Hjálmar og
Svo erum við að klára líka nýtt íþróttahús og áfram verða að halda áfram með uppbygging á nýjum götum í bænum, þannig að það er sko heldur betur nóg að vera. Fleiri? Já, Páll Valur, gjörðu svo vel. Herra forseti, bæjarstjórnar og aðrir bæjarstjórnarmenn, ég get nú eiginlega ekki annað tekið út í það að þetta er nú alveg bara ævintýraleg staða sem að Grindavíkurbær er í. Og ég velti því fyrir mig hversu margar bæjarstjórnir geta lagt fram svona fjárhagsáætlun eins og við erum að gera hér. Og ég vil nú segja eins og að ég er nú bara nokkuð stoltur að því að vera hluti að bæjarstjórn og bæ sem stendur svona gríðarlega vel, og það er náttúrulega ýmsar utanaðkomandi ástæður fyrir því að við gerum það, en það er greinilega, við erum að fara vel með peninga hérna og ég get líka, mér langar líka til að taka undir það sem fram hefur komið hérna, þessi fjárhagsáætlun að vinna, það sem allir koma að borðinu og leggja sitt til, er náttúrulega líka alveg einstaklega frábært og til þess fallið að skapa meiri sátt og samvinnu í bæjarstjórn sem hlýtur að vera svona kannski eitt mesta keppikeppið okkar, að það er að vera svona, eins og Hallfríður nefndi hér áðan, við erum kannski ekki alltaf sammála hinna þessa hluti, en við getum komið okkur alltaf af niðurstöðu sem er svona nokkuð víðtæk sátt og það er bara rosalega jákvætt, ekki síst í ljósi stöðu stjórnmála í dag og svona ef að maður skoðar söguna þá ætti ég að standa hér sem minnihlutamaður og húðskamma meirihlutann fyrir að eyða peningum út í loftið, en það er bara ekki svoleiðis. Við erum að fara eftir vissum reglum og svona markmiðum sem að Grindavíkurbær hefur sett sér á síðustu árum sem eru mjög jákvæð og til þess fallin að skapa sátt. Við erum að fara í mikla framkvæmdir og það er náttúrulega alveg einstakt að geta farið í svona stóra framkvæmdir á þess að vera að taka lán. Það er náttúrulega ótrúleg staða og til þess fallin til þess að bara að allir ætti að vera þokkalega sáttir. Þetta er kannski víða pottur brotin í sambandi við húsnæðismál og annað sem ég vona að við tökum til greina á næstu árum. Að við þurfum að horfa til þessara þátta sem eru svona alltumlykjandi í dag, eins og til dæmis húsnæðismál ungfólks og að fólk sé ekki að hrekjast meðal annars úr bænum sem maður þekkir aðeins til að vegna þess að þeir hafa ekki húsnæði. Eða að leiga húsnæði sem það er að leiga er bara hækkað upp úr öllu valdi og það ræður engin venjulegur maður við það sem er að vinna í þessum störfum, láglaunastörfum sem við erum kannski svona hérna eins og fiskvinnslan og þessi störf, en við svona kannski horfum til þess í framtíðinni og næsta ári kannski meira og eins verðum við kannski að athuga það í næstu fjárhagagerð að styrkja enn frekar innviði skólastarfs og þeirra sem höllum fæti standa í samfélaginu. Það er vissulega þannig hér í Grindavík, þó að sé kannski droslega mikið það. Nú er verið að taka út stöðu fatlara og mál fatlara og við þurfum svona að skoða þetta bara í sameiningu. Hvernig er staðan á öllu þessum málaflokkum og athuga hvort við getum lagt kannski meira í það á næstu komandi árum. Að styrkja þá sem höllum fæti standa og ekki síst vil ég nú nefna kannski börn og úlinga vegna þess að því miður þá er ástand á geðheilsu og ýmsu sem að við getum kannski komið inn sem bæjarstjórn og svona yfirvald í bænum að við leggjum einhverja fjármuni. Við sjáum bara hvernig staðan á því er. En ég bara vil enn og aftur þakka fyrir þessa góðu vinnu sem við vorum að vinna hér í sátt og samlyndi og lögðum öll á vogarskálarnar okkar lóð og niðurstaðan er náttúrulega bara vægast glæsileg sko. Það bara er ekki þetta að segja neitt annað. Það mætti vera illa mikill fílupúki að maður færi að reyna eitthvað að finna eitthvað á móti þessum fjárlögum. Og það segir mig það að við búum að mjög góðu starfsfólki með fínan fjármálastjóra og við erum bara á góðri leið og ég vona svo sannarlega að okkur farnist vel á næstu árum og við höldum áfram þessu góða samstarfi. Ég vil bara segja það alveg eins og er og ég tala frá mínum dýpstu hjartarótum hvað það varðar og það verður bara mjög gaman að takast á þessi verkefni sem framöndan eins og stækkun skóla og leikskóla, bygging nýs leikskóla, félagsaðstöðu og bara nefni það og það er stórkostlegt að við allt saman að við þurfum ekki að taka krónuláni. Já, takk fyrir þetta Páll Valur og forseti vill kannski líka einmitt koma þakklæti áfram til þessa afbragðs starfsfólk sem er hér á skrifstofunni sem er nú heldur betur og undirbúið þetta vel fyrir okkur. En Guðmundur,
Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlum að byrja á því að þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir niðurstöðuna og samveruna og samvinnuna í þessari fjárhagsáætlun. Vel gert hjá öllum, sömuleiðis bæjarstjóra og fjármálastjóra. Þetta er í sjálfsögðu mjög góð fjárhagsáætlun og afgangur mikill, hvort sem við leitum á niðurstöðuna, afganginn 365 milljónir eða veltufé frá rekstri upp á 740 milljónir. Það er svo mikið markmið í sjálfu sér að bæjarsjóður safni fjármagni. Það er það ekki. En við í augnablikinu erum heppileg stærð með 2 leikskóla fulla og grunnskólan bæði húsnæðin alveg nýtt. Þannig að rekstra kostnaður grunnskólans, þó hann taki helming eða þó að menntamálinn taki helmingin af tekjum bæjarins, þá erum við með svona fyrir neðan meðtalið með önnur sveitarfélög á landinu. Ef við miðum við 2007 þá kostaði fræðslu og uppeldismál 438.000 á hvern Grindvíking. Þannig að þetta eru miklar tölur og fræðslu og uppeldismál og íþrótta og æskulismál taka 2 milljarða í rekstri á næsta ári af 3 milljörðum í tekjum. Þannig að þetta eru miklir peningar en við erum sko í meðaltalinu aðeins fyrir neðan í rekstri grunnskóla en þó nokkuð há í íþrótta og æskulismálum. Og þar erum við að koma til móts við ungdóminn í íþróttamálum til þess að setja orkuna sína þangað eftir að grunnskóla lýkur á daginn og held ég að það sé vel gert og góð nýting á fjármunum í því. En það má eiginlega líta á það að þessi afgangur sem við erum að nota núna og erum að fá og væntanlega næstu 2 árin fari í innviðauppbyggingu hjá okkur. Það væri skynsamlegt hjá okkur svo sem að segja bara við ætlum ekki að stækka neitt meira, höfum þetta eins og þetta er og lækkum öll gjöld á íbúa verulega. En það er í sjálfu sér ekkert að fara að gerast, heldur viljum við auka við lóðaframboð og fá til okkar fleiri íbúa, tala ekki okkar unga fólk sem vex upp og stofna svo sína fjölskyldur. Þannig að við þurfum alltaf að hafa lóðaframboð og það kallar þá á stækkun grunnskóla og nýja leikskóla. Og það eru svo sem stæðstu fjárfreikustu málin okkar á næstu árum sem og nýtt félagshúsnæði fyrir eldri borgara og stækkum við hópið. Þannig að það er verið að reyna að nýta þessa fjármuni skipulega og með góðum hætti á þess að ausa fé í einhverja allar áttir. Og þar eiga allir bæjarfulltrúar þakkir skildar, en það er ekkert þannig að við erum náttúrulega að halda vel utan reksturinn, það er alveg ljóst, við höfum ekkert leyft að eyða fé í einhvern óþarfa þannig. Forstöðumenn fengu nokkurn veginn það fé sem þeir óskuðu eftir í fjárlaga gerðinni. Það var ekkert svo mikill niðurskurður á neitt forstöðumann sem ég man eftir og það má þakka þeim vel fyrir að hafa unnið sína fjárlagavinnu vel, þannig að við þurftum ekkert að krukka neitt í því. Og forstöðumenn, ég þakka þeim innilega fyrir að hafa unnið þessa fjárlagavinnu mjög vel, þannig að við þurftum ekkert að eiga neitt við það frekar. En til þess að bara þegar við fáum nýja leikskóla í gagnið, hvenær sem það verður eftir 2 ár væntanlega, kannski 3, þá þýðir það 150-200 milljónir í rekstur. Þannig að umskiptin geta orðið hröð, þó svo að við erum akkurat á þeim tímabúndi að vera mjög hagstæð eining, en það er fljótt að fara yfir í
niðurskurð og vesen ef við höldum ekki vel á spöðunum og pössum okkur ekki. Ég lít á þennan mikla afgang núna sem fer í unnivæðuppbyggingu, það verður ekki nema næstu 2-3 árin. Eftir það verður ekki svona mikill afgangur af bæjarsvæði og sjálfur sér við höfum að takmarka hækkanir á öllum gjöldum til bæjarbúa eins og nokkur kostur er. Þannig að fólk eigi meira eftir í buddunni á næsta ári eftir að þessum útgjöldum til bæjarins lýkur. En það er klárt að á komandi árum mun þetta ekki verða svona mikill afgangur og það er svo sem ekkert gott að sé alltaf mikill afgangur. Og svo er eitt stórt verkefni sem býður okkar, það er fráveitumálin. Þannig að þá mun 100 milljóna renna út á skömmum tíma væntanlega. Þannig að það er mjög gott að eiga, ef við sjáum fram á 2022, góðan sjóð til þess að fara í það verkefni. Held ég að það væri ekki vitlaust að huga því þá. Það væntanlega kemur inn hjá okkur næstu árum, 1-2 árum að gera ráð fyrir því og þurfum að huga því að fara að hanna þau mannvirki hvernig við gerum það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Páll. Tek undir með það að við þurfum að... Nei, Guðmundur. Já, nákvæmlega svipulengd. Tek undir það að við þurfum að fara að huga þessum að fráveitumálunum. Þannig að hérna gott að hafa sjóði í það. En eru fleiri? Já, Helga Dís, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir allt það sem er búið að koma hérna fram varðandi vinnuna og ég fagna því að við horfum líka alveg til framtíðar og erum það eru mikið framkvæmdum framundan en það er alveg góð vinna sem er byrjuð á bakvið hverja framkvæmd og ég vil eiginlega bara fagna því líka að Grindavíkurbær er bara mjög góður staður fyrir ungt fólk að byrja að búa og bara fyrir aðra til þess að búa hér og við erum að gera mjög góða hluti. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir Helga Dís. Fleiri sem vilja fá orðið? Ef ekki þá legg ég fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árið 2019 til 2022 upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari fjárhagsáætlun vinstlegast réttu upp hendi og það eru 7 hendur á lofti. Þá er það 8. mál, það er viðaukar við fjárhagsáætlun, leiðbeinandi reglur. Þetta var kynnt fyrir okkur hérna í síðasta mánuði á vinnufundi. Þannig að hérna, ef þið viljið, getum fengið þetta upp á skjáin, annars er allir með þetta hjá sér skjalið, þannig að þetta er nú svona bara kynning að allir hafi kíkt á þetta og það er reglur þeirra sem lúta að viðaukum þegar þið farið yfir ákveðna fjárhæð. Þannig að einhverju vilja tjá sig þessar reglur þá er orðið frjálsinn. Annars er þetta lagt bara fram til kynningar. Þá förum við bara yfir í 9. mál. Það er verndarsvæði í byggð Þórkötlustaðahverfi. Í ágúst 2016 ákvað Grindavíkurbær að sækja styrk til að vinna tillögu að verndaráætlun í byggð fyrir Þórkötlustaðahverfi í Grindavík. Á haustmánuðum sama árs veitti Minjastofnun Íslands sveitarfélaginu styrk til að vinna tillögunni. Markmið með tillögunni er að gera Þórkötlustaðahverfi að sérstöku verndarsvæði til að viðhalda og styrkja byggð í hverfinu með þeim hætti að söguleg arfleifð staðarins fá að njóta sín og styrkja byggð í hverfinu með þeim hætti að fá að njóta sín og gildi hennar haldið á lofti gagnvart heimamönnum, jafnt sem ferðamönnum og ekki síst komandi kynslóðum. Efla verkfræðistofa ásamt Fornleifastofnun Íslands hafa nú unnið í sameiningu að tillögu að verndaráætlun sem leggur til að Þórkötlustaðahverfi verið gert að verndarsvæði byggð samkvæmt lögum nr. 87 árið 2015 og reglugerð 575 2016. Og orðið er frjáls ef einhverjir vilja
ræða þetta. Við erum nú með formann skipulagsnefndar hérna með okkur, Guðmund, ef að getur svarað hérna við ýmsum spurningum. Orðið er laust. Já, Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er í sjálfsögum nýtt í skipulagsmálum að setja svona verndarsvæði í byggð. Það þýðir ekki það með að við séum að segja Þórgunnstaðahverfið að þar verði ekkert byggt neitt meira í árinnar ás. Það er ekkert verið að tala um það. Ef ég fer yfir helstu áherslu þættir í þessari skýrslu okkar, að þá er það garðhleðslur, mikilvægt er að koma í veg fyrir frekari skemmtir á hlöðnum görðum innan verndarsvæðisins og stuðla að viðhaldi og endurhleðslu garða eftir þörfum. Minjaheildir á svæðinu hafa varðveist nokkra minjaþyrpingar eða heildir sem mikilvægt er að stuðla að áframhaldandi varðveislu á. Svo sem þær minjar sem enn eru á bæjarstæði Þórgunnstaða, bæjartóft Klappar, Búðlungu og túnstæði í kringum með þeim minjum sem þar eru og minjaþyrpingar og garðar við Hraungott. Mikilvægt er að styrkja sjóvarnir á svæðinu og lengja garðinn neðan við Þórgunnstaði til austurs. Þar sem talsvert af túnum og minjum er að skemmast sökum ágangs sjávar. En yfirbragð byggðar varðveita skal yfirbragð byggðarinnar með það markmiði að styrkja ásýnd Þórgunnstaðahverfisins. Öll áformum framkvæmdirinn á hverfisins verða skoður rækilega og þess gætt að þau hafa ekki áhrif á sýnilega minjar eða heildar ásýnd hverfisins. Ný hús skulu taka mið af stærðarhlutföllum húsa sem fyrir er á svæðinu, en það er að þetta svæði er skilgreint hjá okkur sem búgarðabyggð með stóra lóðir. Og við erum ekki fara að banna nýja byggingar, heldur skuli þær verða þá byggðar í þeim tíðaranda sem þá er ríkjandi. Hverfið hefur byggst þannig upp svo mestuleyti á síðustu öld og þá hefur verið byggt í þeim anda sem þá er ríkjandi á þeim byggingatíma sem verður að byggja. Og það er að tala um það að þegar við byggjum næstu hús þá verður það bara gert í þeim tíðaranda sem er í dag sem í dag. Þannig að það er ekki að tala um að byggja í gömlum stíl, alls ekki. Heldur hverfið fá að bara þróast í aldanna rás. Og síðan er saga svæðisins, móta skal gönguleiðum svæðið. Það verður að setja svona smá skildur á okkur bæjarstjórn og setja niður skilti sem gerur sögu svæðisins skil. Setja skal niður bekki á gönguleiðinni, við erum að fara að samþykkja þetta væntanlega. Vanda skal til verka við gerð göngustiga svo þeir falli vel að landslægi og umhverfi. Og forðast ætti að nota aðflutt efni, jarðvegsefni. Þannig að það bara verður að viðhalda því svæði sem er núna og án þess að gjörbylta því bara með einhverju framkvæmd sem væri ekki skipuleg. En ný hús má alveg byggja á svæðinu í þeim anda sem nú er í dag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Einhverju sem vilja, fleiri sem vilja fórið? Mjög greina gott hjá Guðmundi. Nú ef ekki þá legg ég þetta þá bara undir atkvæði, þeir sem eru samþykir því að verndarsvæði byggð í Þórgunnstaðahverfi, eins og það stærst upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. Þá er komið að fundagerðum og við tökum fyrst matarhlé og rjúfum útsendingu.